Já, þú segir á móti leikni í dag. Hvernig er tilfinningin eftir leik? Þetta er mjög góð tilfinning. Það er búin spenna fyrir þessu leik. Þetta er derby slagur og ég meina Breiðholt er blátt í dag, þannig að við erum mjög sáttið með þessi 3 stig og mér fannst mikill baráttu andi í liðinu. Þetta var kannski ekki fallegasti fótbolti í heimi í dag en það sýndist það í dag að við erum liðsæld og við gerum þetta allir saman og við gerum þetta vel og það er ógeðslega erfitt að koma hingað á ÍR-völlinn og reyna að skora á móti okkur. Ég meina, og Villi er bara frábær í dag og vörnin hélt hreinu, við biðum ekki meira sko. Markið sem hún skorar, er þetta ólíkt svona mörkum sem þú skorar venjulega? Nei, mér fannst það smá fyndið. Ég sagði það við Óla í leiknum sko, skoraði á móti honum í bestu liðinni þegar hann var í frammi hérna í fyrra. Mér skalla líka, þannig að þetta var svona ekki alveg eins þetta á líkt, þannig að það var mjög fyndið sko. Þeir eru búin að vera heldur öflugur í hotspyrnunum, hvað veldur því? Já, ég meina, við erum með rosa sterka leikmenn bara í loftinu og ég meina Jói og Davíð eru mjög klókir með þetta að gera og það er búið að sýna sig að þetta virka vel og það sem þeir leggja upp með og liðið er erfitt að verjast í föstu leikadröfum á móti okkur. Hefur þú ekki átt að skora fleiri mörk í þessum leik? Jó, ég sagði nú eftir leik að ég hefði nú alveg getað sett fleiri sko. Það var tvö sem fóru rétt framhjá sem ég hefði viljað sjá inni sko, en bara sáttur að geta skorað í dag og það muni fleiri koma í sumar, þannig að það er bara mjög jákvætt. Svolítið mikið að fara yfir á vinstrifótinn? Já, í dag, þeir voru svona viss að ég væri réttfættur og kannski gaman að spila móti vini mínu sem er líka láni núna hjá Leikni, en ég og ég við erum saman í KR, þannig að hann þekki mig, þannig að hann ætlaði örugglega að reyna að sýna að leyfa mér að komast á vinstrifótinn og skjóta hann, en ég meina, mér finnst það ekkert virka hjá honum, þannig að það var mjög gaman að spila móti honum í dag. Já, hvernig var að spila móti Jón Arnór? Báðir KR-ingar, farið upp í gegnum yngurflokkana saman og svoleiðis? Já, við erum bara búin að vera mjög góði vinir, bara síðan við vorum í 5. flokk, þá vorum við saman í A2, og foreldrar okkar gríðarlega góði vinir, þannig að bara geggja að spila móti honum og svona smá skrítið kannski, en mjög gaman. Varstu eitthvað að reyna að komast inn í hausinn á honum og svona? Já, ég var svona aðeins að æsi honum fyrir leik, sko, að reyna að komast inn í hausinn á honum og síðan þegar ég kloppaði hann þarna, þá fékk hann alveg vita að því og þegar ég skoraði þá glotti ég aðeins og horfa á hann sko, en ég get eitthvað þannig séð að reyna að einbeita mér honum, bara ég spila minn leik fyrst og fremst og ef ég geri það vel þá heppnast bara minn leikur mjög vel og ég er bara gríðarlega sáttur. Núna í nokkra mánuði í þér, hvernig er bara að koma inn í þennan leik á móti Leikni og bara spila svona leik? Náttúrulega, ég kem hérna í þér og á mjög góðan fund með Jóa og Davíð og mér leist bara strax vel á prógrammið og margir að segja við sem að koma óvart, en þegar ég ákvað kominga þá sá ég bara hversu sterkur leikmannhópurinn var og ég sá þetta alveg þannig sér fyrir, kannski ekki alveg á toppnum, en ég vissi að myndi vera í toppbaráttunni og með gríðarlega gott lið og ég meina frábær leikmenn og það var gríðarlega vel tekið á móti mér og ég er búin að eignast frábæra vini þarna, þannig að þetta er bara ógeðslega gaman. Þeir á toppnum erfitt að fara ekki fram á sér? Já, ég meina við reynum bara að halda okkur í jörðinni og halda áfram að spila okkar leik og það þýðir ekkert að vera eitthvað að hlusta á hvað aðrir hafa að segja. Meina, við erum hérna saman sem lið og við ræðum saman og förum yfir hvað getur gert betur og hvað heppnaðist vel og bara gríðarlega stórt hrós á Jóa og Davíð að skipulega geta svona og bara hvernig þetta er búið að vera hjá okkur í sumar, en það þýðir ekkert að fara fram úr okkur núna, við þurfum að halda áfram og það er eina viti. Í lokin, hvernig er að spila fyrir þessa stuðningsmenn? Ég meina, þetta eru bara bestu stuðningsmenn á landinu, það verðist að segja það og ég meina, þetta er geggjað, ég meina, strákar sem eru kannski aðeins eldri en ég og það er mjög gaman að sjá það í stúkunum, að finna það alveg að þegar þeir mæta og eru með læti þá er svo við sem með 12. mannin inn á hann, að það er gríðarlega orka sem að kemur með þeim og allir í liðinu taka eftir og eru mjög þakklátir fyrir það, þannig að við erum bara mjög sáttir með þá og þeir eru geggjaðir, við verðum að gefa það. Það var ná gangið. Takk fyrir það. Takk fyrir.